eru stjórnmálamenn búnir að skemma umræðan Icesave. Spádómar skelfilegar afleiðingar þess að hafna lögunum Icesave eru álíka drungarlegar og spádómarnir skelfilegar afleiðingar þess að samþykkja þau. Við ætlum að ræða vítt og breitt Icesave. Hvort við berum lagalega ábyrgð, hvort verið sé að fórna meiri hagsmunum fyrir minni með því að draga málið á langinn og hvort dómsdagsspárnar geri almenningi enn erfiðara fyrir að taka upplýsta afstöðu til þess. Þóra Arnórsdóttir tekur nú við. Já, hér eru sestir 3 góðir gestir og við ætlum að heyra í 3 í viðbót í gegnum síman. Þar á meðal Jan Egeland, þekktasta sáttasemjara Norðmanna á alþjóðasviðinu, Friðrik Már Baldursson, Lárus Blöndal og Hulda Þórisdóttir, Friðrik Már hagfræðingur, lögfræðingur og sálfræðingur. Við erum komin hér með nokkrar góðar stéttir. Verið velkomin í Kastljós. Takk. Lárus, mér langar til að byrja þér vegna þess að þið Stefán Már Stefánsson eru búinir að skrifa held í hátt í 20 greina það að Íslandi ber ekki lagaleg skylda til þess að taka á sig Icesave skuldirnar. Getur þið rakið fyrir okkur svona í mjög stuttu máli bara þessi helstu rök sem þið beitið í máli ykkar vegna þess að þau virðast ekki hafa fengið svona almennar hljómgrunn? Nei, það er rétt að við höfum gjarnan viljað að fleiri væru sammála okkur, en þeim fjölgar samt. Það er ljóst að nú er meira segja raddir utan úr heimi farnar að taka undir með okkur og við gleðjumst auðvitað við því. Málið er auðvitað það að við byggjum þetta tryggingakerfi innistæðueiganda á reglum frá ESB. Þetta byggir alltaf á reglum sem ESB hefur sett upphaflega og það er tilskipun frá 94 sem okkur bara fara eftir og við innleiddum hana hér. Hún var innleidd með þeim hætti að ríkinu er ætlað þar ákveðið hlutverk og það hlutverk er eingöngu að tryggja það að það verði stofnaður eitthvað innlánstryggingakerfi sem er ætlað að verja hagsmuni innlánseigenda og sjá til þess að það sé sett í gang og sé starfandi og það séu þá undir það kerfi séu þá settir þeir aðilar sem að taka á móti innlánum. Þetta er hlutverk ríkisins og það kemur raunverulega fram bara tvennt fjármögnunina á þessum innlánstryggingakerfi. Það er í fyrsta lagi það að bankarnir sjálfir eiga fjármagn. Það er semst ríkið á ekki að fjármagna tryggingarsjóðinn heldur eingöngu bankarnir. Og það er svo takmarkun sett að það má ekki hamla starfsemi bankakerfisins. Það má ekki setja það mikið fjármagn í tryggingarnar að það verki hamlandi fyrir starfsemi bankana. Nú hérna á Íslandi þá var þetta sett við 1% markið eins og menn vita. Nú það sem síðan hefur gerst er það að þetta hefur nú virkað og svo sem ekki reynt á þetta í mörg ár og menn kannski sáu nú ekki fyrir það sem nú hefur gerst. Þótti fjarlægur möguleiki að það myndi reyna á þetta? Þetta hefur sennilega ekki gerst síðan 1930, bara í hruninu mikla þá en hins vegar var það þannig að menn vissu af því að þetta kerfi sem hafði verið sett upp, það gat aldrei virkað í bankahruni. Það er bara mjög einfalt að við erum að tala þetta er svona tryggingakerfi sem er með dreifðri aðild, það er að segja það eru margir aðilar að þessu og það að allt hrynji á sama tíma gerir það bara bókstaflega ómögulegt og útilokað að kerfið geti staðið undir slíku. Það er og þetta hafa menn vitað, Evrópusambandið hefur vitað og við höfum vísað til þess og líka til franska seðlabanka sem gáði skýrslum árið 2000 og ég held að hafa enginn deilt það að þetta kerfi gæti aldrei virkað í bankahruni. Og væri ekki gert til þess að virka það? Og væri ekki gert til þess að virka. Og það er eina af ykkar megin röksemdum? Já, það er líka hitt, það er almennt engin ríkisábyrgð á þessum innlánum eða á þessum tryggingarsjóði, bara engin. Það þarf eitthvað sérstakt að gerast til þess að þessi ríkisábyrgð á svona tryggingarsjóði og það eina sem að getur í raun og veru réttlætt ef maður skoðar það er hreinlega að menn hafi gert einhver mistök, ekki uppfyllt skyldur sínar við það að stofna sjóðinn eða koma honum á laggirnar. Það er að segja að það hafi eitthvað vantað upp á að sjóðurinn væri eins og hann átt að vera samkvæmt tilskipuninni. Mér langar til að spyrja þig, Lárus, hvort að þið, Stefán, hafi einhvern tíma verið kallaðir á fund samninganefndarinnar sem fór fyrst utan að semja? Já, við vorum kallaðir enda til Svavars Gestssonar og áttum ágætið samtal við hann í 3 korter klukkutíma en það er ekki. Þið komið ykkar sjónarmiðin þar á fram? Já, við komum því á framfæri En það er kannski til viðbótar þetta sem ég er búinn að segja er það að það einfalda við þetta Icesave-mál. Það er það að það er engin ríkisábyrgð og það þarf eitthvað sérstakt að koma til þess að menn kalli yfir sig ábyrgð, að þjóðin kalli yfir sig ábyrgð og það er þá fyrst og fremst einhvers konar bótaábyrgð vegna þess að menn hafi ekki uppfyllt þær kröfur sem að tilskipunin gerir
Og það þetta sem við höfum alltaf verið að benda og óskað eftir því, hvað það sem að hefur gerst, af hverju menn leiða þessa ábyrgð ríkisins. Því hún leiðir, það ekkert að leiða hana tilskipuninni og ekki að lögunum. Það kemur sérstaklega fram í tilskipuninni að ríkin sem hafa sem sagt komið á fót svona innlánstryggingakerfi geti ekki orðið ábyrgð fyrir innstæðum. Það bara bókstaflega þannig. Þannig að til þess að það gerist, þá verður að sýna fram á það hvað brást við það að setja upp kerfið og kannski bara eitt í viðbót að þegar kerfið sett upp þá þetta sendt til Evrópusambandsins og EFTA til það sem að þetta sem sagt skoðavæntanlega og engar athugasemdir hafa komið frá 1999. Friðrik, þú ert þeirra skoðunar að við töpum á því að bíða með þetta mál lengur og svona í ljósi þessa, hvernig getum við tapað á því að bíða og fara með máli fyrir dómstóla ef einhver möguleiki á því að losna með öllu við þessar byrðar? Já, það auðvitað mat og augljóslega Lárus hefur sett fram sína skoðun og svo heyrir maður aðra skoðun. Ég treysti mér ekki til að kveða upp úr það augljóslega, þetta ekki mitt svið. Kannski fyrir mig sem leikmann að þá les ég náttúrulega þessi lög og sé að það ákveðin varnagni slegin í þeim, varandi ábyrgð íslenska ríkisins og það svona það sem við höfum þá að halda okkur í ef að lögin ganga eftir. En þú heldur samt að við töpum á því að klára þetta ekki strax? Já, sko það er að segja ef ekkert nýtt kemur fram núna, bara á næstunni, að þá svona miðað við okkar samningsstöðu og svona annars vegar þann kostnað sem að hlýsta því að ganga að þessu samkomulagi, væntanlega, og hins vegar það sem býður okkar sem satt að segja bara ákveðin biðstaða. Hvað kostar biðstaðan? Ég veit að þú ert búin að vera með reiknivélina svolítið á lofti. Já, það er kannski léttar að segja hver líklegur kostnaður af því að ganga að ICEF-samkomulaginu er. Sko, var þetta biðstöðan sem slíka, það var það einfallega þannig að svona, eins og sem bara hafa sagt, sko, heimurinn hrynur auðvitað ekkert. En það gerist kannski heldur ekkert mjög mikið. Vextirnir lækka ekki, hagvöxtur fer ekki af stað, við fáum ekki fjármögnun. Erlenda fjármögnun á stórum framkvæmdum. Þann kostnaður er hægt að reikna að einhverju leyti? Þann kostnaður er hægt að reikna og það væri æskilegt að gera það. Það sem að síðan, sko, satt að segja mér óarfið og langmest í þessu er að ef þetta dregst mjög á langinn, segjum kannski 2 ár, það er nú ekki óalgengt að dómsmál dregist í 2 ár, að þá er íslenska ríkið og opinber fyrirtæki komin í vægast slæma stöðu. Að því gefnu að við fáum ekki meiri erlenda fjármögnun. Ég heyrði mann líka þessu við það að tefla skák og það að fórna hróki til þess að vinna skákina en það væri allir bara að horfa á hrókin. Ertu sammála þessari svona greiningu? Já, ég á vissan hátt sammála því vegna þess að sko það sést verður að horfa á hvort ekki. Það hefur verið mikið talað kostnaðinn. Kostnaðurinn gæti hlaupið á 1–2% af landsframleiðslu á árinu 2016 til 2024, það er langlíklegast. Hann gæti orðið minni, hann gæti orðið meiri. Þetta vitum við nokkurn veginn, en síðan verðum við að hafa því í huga hvað býður okkar og hvað það verður að setja þá fram, finnst mér, svo ábyrgð hvílir á þeim sem segja við eigum að segja nei, að segja hvað eigum við þá að gera og hvernig eigum við að vinna okkur út úr stöðunni sem að býður okkar. Ég ætla ekki að biðja þig það, Hulda, en þú hefur starfað rannsóknum á skynjun fólks á réttlæti og samspili tilfinninga og stjórnmálaskoðana og nú hefur þessum fræjum svona ótta og skelfingar svolítið verið sáð af aðilum beggja vegna þeir sem eru vissir í sinni sök virðast telja þjóðuna bara að vera á hraðleið til heljar ef að þjóðaratkvæðagreiðslan fer ekki eins og þeir vilja. Hvaða áhrif hefur þessi ótti á skoðanamyndi fólks? Já, það er náttúrulega óhætt að segja að svona síðastliðið rúmt ár hefur íslensk pólitík mjög markast af tilfinningum og þá kannski fyrst og fremst 2 tilfinningum, reiði og ótta og eins og þú bendir á þá hafa bæði stjórnarliðar og stjórnarandstaðan nýtt sér óttan eins og þeir mest mega og náttúrulega óttinn við skuldabyrðina við samþykkjum ekki hefur kannski verið mjög áberandi í haust en núna leið og forseti neitaði að skrifa undir lögin þá var það óttinn við alþjóða einangrun og taugaefnaðarsembótum og slíkt sem að stjórnin spilaði út af miklum krafti og þá var svolítið komist fyrir mig að sjá hvernig Sigmundur formaður Framsóknarflokksins sem hafði kannski farið fremstur í flokki í svona óttatali í haust var fann að tala neina en við þurfum að róa okkur og ekki óttast þetta svo mikið en það sem
gerist náttúrulega að fólk óttaslegið að það þráir mjög bara að losa sig við óttan, að ná aftur vissu og öryggi og það einmitt þessi óvissa sem að þú ert að tala sem að svo erfið og ég held að núna við fólk svolítið átta sig á kannski einmitt þegar forsetinn neitaði að skrifa undir lögin að það má kannski svona gildir svolítið enska orðatildæki sko, þú fordæmdir að þú gerir og fordæmdir að þú gerir ekki þá við Icesave að þetta hvort tveggja slæmi kostir og ég held að hérna komin upp algjörlega yfirþyrmandi löngun í íslensku þjóðinni til að fá mál út úr heiminn. Við erum næst í því orðin kannski eins og hérna eitthvað sem búin að vera í yfirherslu á lögreglunni 48 klukkutíma og við vitum að slíkt fólk tilbúið til að gangast við hvaða glæp sem bara til að fá frið og svefn. Það alveg að bugast. Já. En það nefnilega ágætt þá minnist á að þetta séu tveir kostir því að við í Kastljósi höfum hringt víða í dag og heyrt í mörgum og mig langar til að biðja ykkur að hlusta með mér á samtal þeirra Þóru Tómasdóttur og Jans Egeland. Egeland þekktasti sáttasemjari Norðmanna og hefur komið að friðarviðræðum milli fjölmargra ríkja. Hann átti meðal annars þátt í að koma á Osló-samkomulaginu milli Ísraels og Palestínumanna árið 1993 og vopnahlés milli stjórnvalda og byltingarsinna í Gvatemala árið 1996. En Egeland núna forstjóri norsku utanríkismálastofnunarinnar og hann segist ekki koma auga á lausn í Icesave-deilunni sem Íslendingum geti þótt sanngjarn. Det sannsynlig at Island kan få en uavhengig megler inn i konflikten med Storbritannia og Nederland? Det tror jeg ikke veldig sannsynlig, men det klart, det alltid mulig at partene i en internasjonal konflikt kan bli enige om voldgift, altså at det en tredje part som ser på hele komplekset og kommer fram med en løsning. Men forutsetningen jo at partene i utgangspunktet enige i voldgift. Da kan man til og med gå til den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag. Nederland, det jo ironisk at det i Nederland, som har lang erfaring i arbitration, det heter International Court of Arbitration, og har sett på mange også økonomiske spørsmål mellom statene opp gjennom årene. Men her på Island det uenighet om hvilke forpliktelser befolkningen skal påta seg. Hva tror du den mest rettferdige måten å finne ut av det på? Altså for oss utenifra det jo dels med stor medfølelse vi ser på hvor den lille Island har kommet i denne forferdelig vanskelige situasjonen. På den andre side virker det jo som om den regjering som har forhandlet på vegne av islendingene, som kom gjennom demokratiske valg, og som selv ikke var ansvarlig for det finansielle frislippet. Den regjeringen har virkelig prøvd og klart å få en avtale som synes å være den beste, gitt den internasjonale økonomiske krise og gitt forutsetningene den hadde. Og hva om den ikke det? Ja, hvis den ikke altså det vil jo da være et subjektivt spørsmål, men jeg tror med min erfaring i internasjonale konflikter som dette, så det som regel ikke et valg mellom et gode som alle vil like, og et onde som ingen liker. Det som regel et valg mellom to onder. Utgangspunktet jo en krise, utgangspunktet i at noe har gått forferdelig galt, og de to andre landene vil neppe gå med på voldgift, altså internasjonal megling, forutsetter at begge parter blir enige, og i dette tilfellet så vil de si at internasjonal praksis at man skal dekke innskuddene i de banker som i nasjonalt eie. Det den nasjonen som eier bankene som må dekke de innskuddene. Men dette debatteres frem og tilbake, og det ikke alle enige om at dette juridisk avgjort. Det noen andre muligheter for å få det klart utenom Haag? Altså, den internasjonale pengefondet IMF, som også har vært inne i bildet, skal i prinsippet være den internasjonale mekanismen som rådgir land som har store økonomiske problemer. Som sagt, jeg tror ikke det mulig å finne en
formel som føles rettferdig for den jevne islending som selv mener at man ikke var ansvarlig for det som skjedde. Man snakker om 135 personer som har gjort dette. De harde realiteter sett med internasjonale øyne at det de demokratisk valgte myndighetene som på vegne av et helt folk ansvarlig for hvilke forpliktelser den finansielle sektor tar på seg, med mindre det rene kriminelle ting som har skjedd, og det må da bevises at da det kriminelt, og var ikke sanksjonert av nasjonalpolitikk. Tusen takk for det, Jan Egeland. Friðrik, norðmenn eru sagðir mikilvægustu bandamenn okkar þessa dagana. Hvernig líst þér á þennan málflutning Egelands? Jó, hann slær mig nú hreint út sagt bara sem raunsær. Ég verði að játa það. Og það sakar nú kannski ekki að hafa þig í huga að sá farvegur sem þó í lögunum fyrir ágreining EFTA-dómstóllinn og norðmenn sitja þar nú með okkur. En hreint út sagt, það vissulega gott að heyra við stuðning í útlöndum og það hafa komið fram slíkar raddir undanfarnum dögum. En hversu mikið það hjálpar okkur þegar upp staðið og hversu mikið það bætir samningsstöðu okkar, vonandi hjálpar það okkur eitthvað. Vonandi náum við fram betri samningi á næsta mánuði. En mér finnst það hreint út sagt ekkert mjög líklegt. Á að reyna að semja aftur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, Lars? Ég myndi nú halda að vera skynsamlegt að reyna. Mér finnst nú reyndar þetta innlegg frá þessum norska aðila ekki mjög svona þrungið þekkingu á þessu málefni því að hann lýsir því nú yfir að það sé bara þannig að þjóðin beri ábyrgð á innistæðum í þeirra bönkum og þetta nú bara bókstaflega rangt. Þannig að ég veit ekki út frá hverju hann dregur sér ályktanir en allavega þá sé ég ekki að þetta sé mikið innlegginn í þessa umræðu. En þetta kannski nákvæmlega það sem að því við Stefán Már í okkar greinum, við höfum ekkert verið að segja að ég gera hlutina svona eða hins, en við höfum bara að varpa ljósi á þennan lögfræðilega þátt í málinu og það ákvæmlega mikilvægt þegar menn fara að semja, hvort sem það í samningunum sem þegar eru afstæðnir eða menn fara í nýja samninga, að menn þekki ákvæða hver þeirra lagalega staða og ef þú náttúrulega veist af því að þú ert að gera samninga umfram skyldu, þá hlýtur að gera annars konar kröfur heldur en ef þú telur þið verða að gera þetta. Og það bara augljóst mál að þannig það í þessu tilfelli og ég tel semst að nálgunin á málinu, hún hafi einmitt stór skaða fyrir okkur Íslendinga og þess vegna eigum við að sjálfsögurinn að lagfæra það. Ég segi líka að því að menn tala hér að það verði engin framþróun og að verði hugsanlega kyrrstað þess vegna bara í 2 ár ef að málið sett til hliðar eða verður í einhverju samningum eða deilu. Þetta auðvitað svona dómsdagsspár sem ég hef ekki í sjálfsög grunn til þess að leggja mat á en ég trúi því hins vegar ekki að Holland og Bretland stjórni bara heiminum og það verði bara hér allt í mínus ef við stykkjum þau. Nei, en við eigum okkur málsvara við það var svo sem kom í ljós og vildi mig langa sérstaklega að biðja þig að hlusta hér á næsta símavin okkar. Ann Pettiford hagfræðingur og einn af stofnendum Jubileum 2000 samtakana sem börðust fyrir niðurfellingu skulda fátækustu ríkja heims aldamótin. Hún hefur skrifað Ísland og ISAF í Guardian og í Financial Times í félagi við Jeremy Smith og við slóum sér svolítið þráðum til hennar í dag og báðum hann að rökstyðja þá skoðun sína að íslenska ríkið bæri ekki alla ábyrgðina á skuldunum. We simply argue from here that there is co-responsibility for the poor regulatory systems of both Britain, the Netherlands and Iceland, and that therefore the burden of losses should be shared in a much fairer way. The Landsbank Save Bank was poorly regulated. It was poorly regulated in Iceland, and it was not at all regulated in Britain and the Netherlands. But that was the nature of the deregulated financial system, which was until very recently much celebrated. And now it seems to us unacceptable, given that we celebrated that system, given that we did not regulate those banks, that it's unacceptable that the people of Iceland, with a population of just over 300,000, should bear sole responsibility for these private sector losses. We argue that 2 much bigger countries with a population of 76 million should not be using this crisis to exercise, if you like, economic force majeure,
to expect the taxpayers of Iceland alone to bear the extraordinary burden and to enter what the Financial Times has called a debtor's prison. So we take this view that it's a matter for co-responsibility. Now, I know that the international ratings agencies have been rattling their cages and threatening, if you like. But we believe that if the British and the Dutch and the Icelandic governments can reach a fairer resolution to this crisis, then this will make Iceland more creditworthy, not less. But do you think this message will gain any popularity in Westminster? I'm not sure. We are concerned to make this argument. As you can see, the debate is raging here as well as in Iceland. And you need to recall that the British government, led by Gordon Brown, cancelled the debts of many of the poorest countries owed to Britain at the end of 2000. On the basis that Britain shared co-responsibility for those debt crises. So the notion of co-responsibility between debtor and lender, the notion that it takes two to tango, sometimes three if you include the Dutch government, that it takes two to tango and therefore both sides must take responsibility, is something that the British government has accepted in the past in relation to other sovereign debtors. Já, það þarf 2 til að dansa, minnst, stundum 3. Þetta nokkuð afdráttarlaust hjá Pettiford Hulda. Hún ekki samt ekki sérstaklega beita lagalegum rökum, heldur siðferðilegum. Það sér henni ekki sanngjarnt að 300.000 mann siti í súpunni út af þessum sameiginlegu mistökum. Þetta kannski ekki beinlegist til þess fallið að þeir sem vildu bara fara í dag sem út á borðinu, þeir geti jafnvel skipt skoðun vegna sem við höfum verið að sveifla svolítið fram og tilbaka? Jú, ég held náttúrulega ég held að Íslendingum bæði gleðjist og kannski hrylli pínleiti við að heyra svona málflutninga. Ég held að flestir Íslendingar séu núna kannski búin að sætta sig við, þó þeim þykir alveg skelfilega ósanngjarnt, að við munum þurfa að borga þetta. Og núna snúist þetta meira kannski lagatæknilega atriði, hvernig við maður vinna út af því og það svona sem fólk búið að vera að reyna að sætta sig á. En undir niðri kraumar náttúrulega þessi tilfinning að þetta sé skelfilega ósanngjarnt og rosalega stutt í reiðina. Þannig að þegar maður heyrir svona sjónarmið og frá virtu fólki, þá nú kannski á þessi málstafur okkar eitthvað hljómgrunn, þessi róttækari málstafur, við þurfum bara í höfuð ekkert að borga. Og ég held að sé kannski svolítið það sem hefur gerst núna eftir að Ólafur Ragnar Grímsson neitaði að skrifa undir lögin, að allt í einu mitt í öllum óttanum, það var ótti við að greiða, ekki ótti við að greiða, þá var allt í einu smá von. Já, kannski þurfa ekkert að greiða og þar með náttúrulega eins og við höfum séð núna allt í einu, hafa vinsældir forsetans aukist gríðarlega. Hver hefði spáð því fyrir nokkru síðan? En þetta ekki líka spurning skynjun og réttlæti eins og þú verið að tala að fólk vilji láta hlusta á sig? Jú, akkurat. Ég hef einmitt talað svolítið það að ég held að það er svolítið mistök sem að Íslensk stjórnvöld hafa verið að gera. Bæði nú það ríkisstjórn og sannarlega ríkisstjórn Geirs Haarde líka að það virðast kannski bara ekki vera einhverja leiðir ekki í stjórnkerfinu leiðir til þess að hlusta almennilega á almenning. Og við vitum bara frá rannsóknum á upplifun fólks á réttlæti að ein lykilforsenda þess að fólk upplifi ákvarðanatöku stjórnvalda sem réttláta er að því finnist sem á það hafi verið hlustað. Og það skiptir ekki eins og öllu máli að stjórnvöld endilega taka til greina sem það verið að segja. En því finnst eins og það verður að hafa stjórnvöld hafa raunverulega lagt við hlustir. Og ég held til dæmis að eins og fjöldi fólks, margir af þeim sem skrifið undir til dæmis In Defense undirskriftasöfnunina, hafi ekki endilega innst inni viljað að forseti neita að skrifa undir lögin. Þetta var eina leiðin til þess að tjá sig, eina leiðin til þess að láta í þér heyra. Þess að láta í þér heyra. En heldur Friðrik að svona hvað maður að segja, siðferðisrök, hafi einhver áhrif bara þegar komið sest við samningaborðið? Ég held nú að svo framalega sem það nær nógu langt hefur áhrif á kjósendur viðkomandi stjórnmálamanna sem að halda aldartaumana að þá getur það í sjálfsögðu hjálpað okkur. Ég held að það sé sjálfur sér það eina sem að skiptir máli í þessu, hversu mikið slæðir þetta í gegn pólitískt og fjarar þetta bara út á næstu dögum eða verður þetta lifandi. Lárus, bara örstutt í rauninni sama spurning, hafa svona rök, siðferðileg rök, við ættum að deila ábyrgðinni, skipta máli þegar menn eru sestir við borðið? Þau skipta máli, en varðandi það sem hún segir, þá er hún ekki bara að tala um það, hún er að tala um að þetta sé sameiginlegt vandamál. Og þess vegna er mikilvægt að horfa til þess hvaðan er vandamál upprunnið.
það upprunnið þegar að Evrópusambandið opnaði alla fjármagnsflutninga og menn gátu stofnað banka hér og hvar allt og þeir settu upp regluverk sem átti að meðal annars að verja innstæðendur en virkaði ekki. Og það er það á ábyrgð Íslendinga, það er spurningi sem við höfum svarað í einna greinum okkar og það er hluti af þessu að það er vandamáli var ekki búið til af Íslendingum, það var búið til af Evrópusambandinu og við gerðum ekkert annað heldur en að taka það upp eins og átt að taka það upp og höfum framfylgt í eins og átt að framfylgja því alla tíð síðan, þannig að það er engin sök hjá Íslandi. En hins vegar held ég... Samfærir það, en svo eru menn hinn með ekki samlingaborði sem ekki sammála. Svo kannski eitt var þetta í sálfræðina, það er bara menn fyrir að standa í lappirnar. Ég held að Íslendingar, þeir sakna þess að það er ekki staði í lappirnar, menn bara lippast niður á hnén alveg endalaust. Og Íslendingar eru bara þesslast fólk að það er bara ekki í því geðslæði, Takk fyrir komuna, Lárus, Hulda og Friðrik. En við ætlum að enda sem sagt á þriðja viðmælandanum út í heimi sem við heyrðum í dag. Það er Robert Peston. Hann er viðskiptaritstjóri BBC, bloggar heilmikið. Og í síðustu viku það gaf að líta á síðunu hans grein undir fyrirsögninni We are all Icelanders. Við erum öll Íslendingar. Hann telur enda lítinn sem engan vafaleik á því að lagalega beri Íslendingum að greiða ISF-skuldina en siðferðisliðin sé allt annað mál. Fjármálakerfinu sem hrundi þurfi bara að gerbreyta. Við skulum heyra í Peston að lokum. The thing which I sort of feel is that it's perfectly legitimate for people to say, and this is not just people in Iceland, but people in countries all over the place, why is it that we're picking up a very big bill for the activities of organisations that were doing things that we knew nothing about and that we certainly didn't sanction? Is there any hope that the financial system, which did collapse in the fall of 2008, is changing or will be changed in the drastic way that you say it needs to be changed? I think much of what has been proposed will be helpful, but I do myself believe that you couldn't, describe the kind of reforms that are being proposed at the moment as particularly radical. And in particular, I think, and I don't know whether this is going on much in Iceland, but in the United Kingdom, for example, the nature of the debate about banking has been confined to one or two, public debate I'm talking about, one or two what you might call sensational issues, like the level of bonuses that are being paid. But there isn't much of a debate about the structure of banks. But people aren't used to being asked on those issues. I mean, as you say, banking is regarded as, in a sense, too important and too complicated for ordinary mortals. For years and years, since time immemorial, as and when banks started to be regulated, they were regulated by specialists, by central bankers, by specialist regulators. There is an organisation called the Bank for International Settlements. It's the Central Bankers Bank. It operates out of Switzerland. It has a committee that sets the rules. It's called the Basel Committee, and it sets the rules for all banks operating everywhere in the world, and it consists of very bright people, but people who are largely unaccountable, unelected. And, they set the rules which, turned out not only to be flawed, but in some senses actually contributed to this dreadful crisis, the worst banking crisis we'd seen certainly since the 1930s, perhaps certainly in the UK, probably since 1914. They contributed to that crisis, and yet we are looking to them again to put in place new rules. Now, some might say that if they got it so wrong first time round, we shouldn't be looking to them anymore for these kind of reforms, and that actually we've got to bring back this whole issue of how to sort out the banking system back to the people and back to, elected politicians.